Hannes Hólmsteinn sem að flestir svona kannast við og við áttum svolítið, það reyni spratt bara upp úr því að við vorum að ræða hans svona feril og vorum að fara yfir þessi mál og svo sagði hann einfaldlega að hann hafi fengið tilboð eftir mikið hafari stjórnmálafræði deildinni að hans bók væri ómöguleg og hann ætti ekki bara að kenna hana og að sérstaklega það að nemendum hefði liðið óþægilega í tímum hjá honum út af því að hann væri að kenna tiltekið málefni varðaði vændiskaup. Og hann sagði bara, já en þú veist, ég fekk bara deal sem var bara svo frábær og ég fekk bara deal you can't refuse eins og hann kallaði það. Og ég sagði, það samt alveg mjög vont ef að kennarar í háskólanum að fara að vera borgaðir út ef að þeir eru á röngum skoðunum. Og ég sagði, ok, fínt fyrir þig, út komin til Brasilíu að leika þér og bara að gera það sem að þú vilt, í einhverju rannsóknarvinnu að skrifa bækur þar sem þú kynnir þær á einhverjum íhaldsráðstefnum í Bretlandi. Flott. En ef við yfirfærum þetta algrými yfir á allt akademist líf, að þá erum við mjög fljót að fara í átt að því að vera með mjög vont landslag.